Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í tungumálaspjall og ýmislegt sem tengist tungumálinu. Ég heiti Oddný Eir og á línunni hjá mér á Ísafirði er engin annar en Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, íslenskukennari við Háskóla Íslands og áhugamaður tungumálalega fjölbreytni og framgang íslenskunar. Hann kom í spjall til okkar daginn, það spjall eiginlega bara titilinn, hvað var það aftur, Ólafur? Var það bara drullastu til að tala fokking íslensku? Eitthvað blótsyrði, tala fokking íslensku eða eitthvað slíkt, held ég að það hafi verið. Þetta yfirskriftin hafi verið svona skaldið pönkuð. Já, af því þú ert búin að vera svona svolítið harður eða einarður, segjum, í því að hvetja Íslendinga, íslensku mælandi til þess að nota tungumálið og gefa fólki sem er að læra íslensku séns á að nýta sér íslenskuna en ekki bara alltaf svissi yfir í ensku. Og núna stendur fyrir, og þið standið fyrir, er það ekki á bókasafninu svolítið áhugaverðum viðburði, bæðið að koma í örstuð spjall á föstudaginn er eitthvað svona svolítið frumlegur viðburður sem heitir tungumálaskipti eða tandem language. Getur þú sagt mér bara frá þessu konsepti og þessu plani? Endilega, takk fyrir góða kynningu, þannig að það er gott að vita til þess að manni sé ekki alls varnað. En já, þetta er, já, hver á ég byrja? Ég komst í tæri við þetta á sínum tíma þegar ég bjó í Þýskalandi. Þetta heitir þess tandem og þá leitar maður sér að félaga til þess að æfa í því tilfelli í Þýskalandi eðlumálsins samkvæmt þýsku og maður býður sitt móðurmál á móti, íslensku. Þannig að þá var það þannig að ég var í samskiptum við fólk í Humboldt-háskóla í Berlín og einhverjir þar voru að leggja stund á íslensku og þá gengu og vildu æfa sig að tala íslensku og þannig gengu skiptin fyrir sig. Við hittumst, það var töluð þýska og það var töluð íslenska en oftlega þannig að það var þá skipt niður hálftími íslenska, hálftími þýska eða þá eitt skipti íslenska og eitt skipti þýska, hvernig sem var spilað úr því. Þannig að hugmyndin sem slík er auðvitað ekki nýja nálinni en það er kannski svona dálítið nýtt að nálinni að standa að þess. Ég veit það ekki, það hefur hugsanlega verið staðið einhverju áþekku annar staðar á landinu. En þetta ásæðist að ganga þannig fyrir sig að við fengum bókasafnið í lið með okkur. Það er hún Róberta sem er þar ötull liðsmaður eiginlega alls sem ég stend að og við fengum bókasafnið til þess að hýsa viðburðinn en reyndar áður en ég fekk bókasafnið til liðs við okkur þá hafði ég samband við Nötju sem kennir frönsku ásamt fleiru í menntaskólanum á Ísafirði til þess að athuga hvort það væri þá ekki einhverjir nemendur hennar sem myndu vilja æfa sig í frönsku og þar á undan hafði nemandi minn, José Omar, haft samband við mig til þess að athuga hvort ég geti hugsanlega veitt honum eitthvað ráðgjöf, hvort hann ætti að halda áfram að læra íslensku við háskólann, þar í BA-nám eða hvert ég veitt honum liðsinni í því að finna eitthvað sem hann getur æft með að tala íslensku. Og þannig þá var ég minnugur þess að fyrir að verða komið 3 árum þá gerðum við tilraun hérna í Háskólasetri Vestfjarða með að standa fyrir áþekku kvöldi. Þannig að við boðuðum fólk hingað að koma og skrá sig til þess að skrá kannski tungumálið og hvaða tungumál það býður og hvaða tungumál það vill læra. Og vel að merkja þetta er ekki íslensku átak per se að því að okkur stendur á sama hvaða tungumál fólk býður. Íslenska verður ekkit endilega verið í spilinu. Þannig að þú getur verið frá Frakklandi og vilt æfa þýsku þess vegna. Það skiptir engu máli. Hvert er ég að fara með þetta? Jú, ég var í Háskólasetri Vestfjarða en sá viðburður
misheppnaðist all illilega því að það mætti bara einn. Þannig það misfórst og síðan þá hef ég bara haft nóg að gera við að skipuleggja aðra viðburði. En alltént þá var bara komin tími til þess að láta slag standa og prófa þetta á nýjan leik og við erum búin að auglýsa þetta engum á Facebook en ég þykist nú vita að ég rölti eitthvað bæinn og hengi upp einhverja plaköt og hengi upp á bókasafninu og ámálgaði þetta við fólk sem ég þekki til þess að fá sem flesta til þess að mæta. Áherslan á spænsku og frönsku að þessu sinni en auðvitað öllum velkomið að koma, skrá mál sitt og skrá það mál sem þau hafa bjóð upp á og hvað það mál sem þau vilja æfa sig á. Það í rauninni, þannig á þetta ganga fyrir sig. En það þannig þá, þú bara mætir á bókasafnið og skráir þar niður, þú veist, þannig að það yfirlega bara ef ég vil gjarnan æfa mig í ungversku þá skrá ég þar, þá kannski svolítið ólíklegt að mæta einhver. Ef ég vil gjarnan æfa mig í ungversku að býða upp á íslensku segjum, eða þetta fyrirfram? Þá myndi ég bara hugsanlega reyna að para fólk, reyna að finna einhvern sem hefur ungverska móðurmáli, vill læra íslensku og ég mun þá gera mitt besta til þess að para fólk. Þetta eru eiginlega, það var ráðist í þetta af talsvert mikilli hvatvísi, þannig að ég ætla bara að hugsa þetta eftir því sem að verkinum fram vindur, en í grunnhugmyndin er svo að ef að það kemur þarna fólk með, sem vill læra ungversku, býður íslenskuna, það er enginn frá Ungverjalandi, þá búum við bara til einhvern lista, kannski bara Excel-skjal á netinu eða einhvern lista þar sem fólk getur skráð sig og parað sig, sett nafn, tungumál sem það býður upp á, tungumál sem vill læra, netfang og þar fram eftir götunum. Ég þarf í rauninu bara að útfæra þetta, en í mínum huga er fyrsta skrefið að hitta gott fólk sem að hefur áhuga á að brjóta niður þann Babelsturn sem enskan er að skapa og reisa smá turna úr rústunum með önnur tungumál af vopni. Þú ert svona Babelsturna rústari, það er svona þín mission. Ég er bara mótið í hversu enskan er dóminarandi. Já, þú útskýrið það nú vel fyrir okkur hérna í spjallunum sem var sérlega áhugavert bara eiginlega og þessi raunveruleiki að hvað fólk sem að vill læra íslensku á miklum erfiðleikum með að fá tækifæri til þess að æfa sig. Já, og bara fá hvatan og pressuna. Ég sé það ég verð þess áskynja, ekki oft, ekki alltaf, en að fólk kann að meta oft mína afstöðu til málsins, að ég neita að gefa afslátt af því að tala íslensku. Að ég bara kategórist neita því. Þar af leiðandi þegar fólk hittir mig þá þarf það að tala íslensku og fær þá hvort sem það biður það ekki á æfingu í að heyra íslenskuna eða nota íslenskuna. Og það kemur fyrir að fólk þakka mér fyrir þessa hörðu afstöðu. En þetta er mjög eiginlega, þetta var þörf hugvekja held ég fyrir mörg að ég á vinkonum sem að ég bara óvart einmitt fór að svissi yfir í ensku að því að þannig hófust okkar kynni en núna tala hún ljómandi góð íslensku og ég být mig í tunguna í hvert skipti verða bara, maður má alls ekki svissi yfir í enskuna. En mér dætti eitt í hug getur þú fengið einhvern eins og tækni sérfræðing með þér til liðsviði til að nota, er ennþá í gangi Tinder forritið, svona stefnumóta forrit þar sem að þú veist það var svolítið sniðugt, virtist vera að væri svæðisbundið, að það svona blikkaði var það ekki ef einhver var í námunda við þig þá gæti það verið einhver ef einhvern langaði til þess að æfa eitthvað tungumála þá sæi maður það. Það er yndisleg hugmynd. Ég er svo gamaldags að ég hefði helst bara handskrifað þetta í einhverja stílabók en þetta er þetta miklu betri hugmynd. Hver veit nema eitthvað tæknitröll komin nú á föstudaginn og þá er kannski hægt að véla viðkomandi til þess að standa í einhverju slíku. Ég reyndar vel að verkja þá held ég þekki mér í seit sem ég kannski mun ámálga þetta við. Kannski bara hægt að stilla bara hvað er þetta, Tinder eitthvað, segja svona nota það bara í þessum tilgangi eitthvað. Nei, nú er ég komin fram úr mér ég veit ekki. Ég hef engan áhuga á rómantík, ég vil bara æfa mig í tungumálinu. Hefur ekki áhuga á tungumáli ástarinnar? Nei, nákvæmlega. Nei. Já.
En það nú Sveinbjörn, oft, þetta ábæra sjómynd. Ég bara man það núna, það einn ágætur maður hér, fæddur á Ítalíu, býr í Svíþjóð og á Ísafirði, skiptir tíma sínum nokkuð jafnt á milli og ég var einmitt að kenna honum í HÍ og já, mér minnir að hann sé mikið tæknitröll. Ég tali téðmáli við hann. en hvað þetta spennandi, maður liggur nú að maður bara leggi leið sín og fari upp í flugvél sko til Ísafjarðar, en þá var ég nú að nefna þessi slæmu tíðindi að flugleiðir ætla að hætta að fljúga til Ísafjarðar. Finnst þér það ekki svolítið skýtt? Ég nú reyndar þannig að Guði gerður að ég oft bara svona full á móti hvað var það þegar einhvern veginn allir leggjast á eitt með í einhverju hneykslunar öldur, þá tek ég oft öndverðan pól í hæðina. En að því sögðu, jú, vissulega er ágætt að halda upp í almenningssamgöngum og að geta komist leiðar sinnar, en ég svona dálítið á móti því þeir ekki byrjað að taka til þar sem maður býr. Þannig að ef ég tek bara eitt lítið dæmi, þá á að búa þennan hnút, þannig að gott að geta komist frá staðnum og allt það, en þá að búa þennan hnút þannig að maður þurfi ekki að fara. Þannig að talandi heilbrigðisþjónustu og annað slíkt, þá sem mest að vera í boði í heimabyggð, þannig að svona fulla móti eins og ég, sem nennir ekki að fara til Reykjavíkur, þurfið þess ekki. Jú, það náttúrulega, en eitt útilokunum kannski ekki annað. Þú getur viljað fara í brúðkaupsveislu eitthvað þannig, en það er alveg rétt að það vantar, ég var að tala einmitt til Ísafjarðar daginn út af verkefni mjög áhugaverðu sem heitir Gróandi og þar Hildur vinkona mín. Já, það fannst mér alveg sérstaklega spennandi verkefni sem getur nú verið hægt að læra af, bara allir Íslendingar getur nú lært af því og spara sér þá þessar eilífu ferðir sko lélega vegi til að fara í þessa súpermarkaði sko, ef að matvælaframleiðsla eykst á staðnum. Algjörlega, þannig að ég ekkert á móti flugsamgöngum per se, þó ég láti oft í það skína að svo gæti verið raunin, en sem sagt, maður ætti að byrja á því að taka til í sínum ranni, taka til í heimabyggð og þetta frábært dæmi einmitt að vera sjálfum sem nægur. Þannig að spurningin á ekki vera svo hvort að maður verði að komast að eitthvað, lífið líki við eins og með heilbrigðisþjónustuna jafnvel, og það þekki ég meiri sér af það þekki ég frá fyrstu hendi, skulum bara það þannig að þegar fólk þarf að neyðist til þess að fljúga suður eða sækja heilbrigðisþjónustu suður, verja þar miklum tíma sem það myndi helst ekki vilja verja þeim tíma þar. Og fleira þá, það menningu varðar þá maður að byrja í heimabyggð, auðvitað ekki hægt að sækja allt hingað, sjálfsögðu í ljósi smæðarinnar, en mér finnst oft byrjað á öfugum enda. Finnst þér svona frekar verið með svona byggðastefnulega séð, finnst þér frekar verið að grafa undan þessari sjálfbærni, félagslegu sjálfbærni Ísafjarðar og Vestfjarða, eða finnst þér einhver vindar vera snúast og skilningur aukast á því að það þurfi að efla samfélögin sko? Ég skal játa, ég ekki ristinu kannski ekki svo roðalega djúpt hvernig ég hugsaði það, en allir þetta sé ekki bara beggja bland, það náttúrulega verið að reyna að tryggja atvinnuöryggi á landsbyggðinni sem á að vera þess valdandi að fólk þurfi síður að sækja suður. Það hér á Ísafirði náttúrulega verið að efla menntun, til dæmis með Háskólasetri Vestfjarða og Vestfjarðastofa vinnur ötulstarf, þannig að auðvitað er verið að vinna starfi í þá veru og þannig að ég kannski stundum dálítið að mála skrattan á vegginn. En finnst ég nú með þig á línunni svona, þú ert svona eins og fréttarittari þarna, sko, það er þessi áhugaverði viðburður tungumálaskipti á föstudaginn og fólk getur leitað til þín, en var ekki svolítið áhugaverð bókmenntahátíð núna bara
daginn sem að ég sá að þú auglýstir stóðstu eitthvað að henni eða fórstu þangað eða getur eitthvað aðeins sagt okkur? Ég stóð ekkert að henni, ekki nema hvað að ég bauð fram krafta mína til Helen Hafgný Kófa, hún breytti nýverið nafni sínu, þess ég sá að hún var að auglýsa eftir fólki og mér fannst þetta svo stórkostlegt að ég skrifaði henni hæl og sagði ef þú getur nýtt mig í eitthvað þá skal ég ekki liggja á liðinu mínu, þannig að ef þú notaðu mig í eitthvað og þannig hún fékk mig í að vera kynni fyrir einn viðburð, ekki, ég var bara bauð fólk velkomið en ég var nú ekki að stýra neinum umræðum eða neitt slíkt og síðan fékk hún mig til þess að lesa hluta af bók sem að Karíbía útgáfan hennar og Sigurðar manns hennar mun gefa út á þessu ári og þá var ófagmælega lesið upp auðvitað því ég er ekki fagmaður ég er ekki mjög hæfur í faginu að lesa upp en einhvað síður það var þetta tekið upp, það var alls konar fólk frá Flateyri og Ísafirði sem tók upp og síðan var þetta spilað á lúppu í bíl sem að fékk heitið Mjallbíllinn. Einstaklega flott og einstaklega flott og vel heppnuð hátíð í alla staði og eiga þau alveg hjartans þakkir skildar fyrir að hafa staðið þessari hátíð. Já, það var alveg fjöldinn allur á ljóðskáldum ekki sem kom á þessu bókmenntahátíð á Flateyri. Jú, þannig að það séð við höfðatölu þá var bara heilmikið af fólki sem kom og virkilega áhugaverðir höfundar, frábærar uppákomur en sjaldnast, ég er nú ekkert voðalega hrifnaður en með það þetta bara virkilega fallegt og vel að þessu staði þó að stundum er það nú bara alveg við allar bókmenntahátíðir, það vantar smá svona guðberg í þetta til þess að pankast í institútinu, þetta er allir svona dálítið prumpandi glimmer og allir svona halleluja kór að vera að tala það eru allir samfærðir ágæti þess en að því sögðu þá var þetta bara virkilega flott og þarna var ég svo heppinn að kynnast til að mynda ljóðskáldi sem ég þekkti ekki áður, Elías Knörr, algjör snilld, algjört rugl en alveg frábært rugl þannig að ég er mjög upprifinn af þessari hátíð. Já, en gaman, og svo er búin að vera opnin í Úthverfu, það er gallerí á Ísafirði sem heitir Úthverfa, er það ekki? Jú, mikil ósköp. Og er opnunin yfir staðinn sem að er þar, er ekki sýning þar sem þú tekur eitthvað þátt í eða hvað? Sko, nei, ef þú ert að vísa í faðir og sonur Kaksaka viðburðin nei, sá viðburður verður 17. apríl ég kem nú ekki að því að öðru leiti en því að vera með milligöngu, þannig ég talaði það við Elísabet það er Elísabet sem að rekur galleríið, þannig að ég sagði henni að ég þekkti hérna ágætan listamann sem gengur undir nafninu Kaksaka og hann hefði furðulega tónlist sem hann geti borið á borð fyrir gesti Úthverfu og hún tók vel í hugmyndina og þannig stór varð að hann mun tróða upp 17. apríl í Úthverfu, mér minnir að það sé klukkan 8 og ég hef bara svona, það er einhvern mín milliganga í hvað þetta varðar og síðan kannski við nú eitthvað hjálpa við að hengja upp einhver flögg og auglýsa viðburðin að sjálfsögðu fyrir, enda er Kaksaka góðu vinur minn líka. Betur þekktur kannski undir nafni Friðrik Atlason. Já, betur þekktur. En hérna, já, ég heyrði tónlistur hún mjög áhugaverð, sko, flott. En viltu aðeins segja mér hvaða tungumál ætlar þú að taka þátt í þarna Tinder tandem uppákomunni á föstudaginn? Ætlar þú að biðja ætlar þú að óska eftir tungumáli? Já, allir ég myndi þá ekki bara biðja eitthvað sem hefur króatísku eða serbnesku móðurmáli, þannig til það æfa mig frekar í því máli. Af því að það er eðli málsins samkvæmt heima við þá verður orðaforðinn dálítið einhæfur þegar maður er að tala að koma börnunum í skólan og hvað á elda og þar fram í göttunum. Þannig að það er kannski ágætt að kúpla sig aðeins frá því. Ég hef náttúrulega aðgengi að króatísku heima við
en það svona kannski ekki alveg hnitmiðuð æfing og hún ætti að vera. Það erfitt að setja sig einhvern veginn í stellingar. Kannski getur bara beðið konunni að mæta allavega bókasafnið, ef þú finnur einhvern annan þá kannski getur prófa bara að tala eitthvað annað heldur finna barnapössun og síðan hittust og skiptust málum. Ég að breyta þessu mjög mikið svona rómantískan viðburð en ég þakkaði nú bara kærlega fyrir að segja okkur frá þess að ég hugst að sé svo alveg briljant hugmynd fyrir fleiri. Þetta gera náttúrulega algjörlega óstaðbundið ef að fleiri getur skipulagt svona að fara á kaffihús og skiptast á tungumálum. Það er mjög falleg hugmynd. Nákvæmlega. Og líka því að þetta er ekki flókið í framkvæmt. Í rauninni það þarf bara fólk að mæta og síðan að sjá hvort að passi saman. Það sem þau tungumál sem það hafa að bjóða og það tungumál sem þau vilja læra, hvort þau finni eitthvað. Og já, þetta ætti ekki að vera neitt stórkostlega flókið í framkvæmt. Og síðan mun þá vonandi hróður átaksins berast víðar og fólk mun koma að sem að vill endilega æfa sig í, einhverju tungumáli. Þá náttúrulega það sé líklegast þannig að náttúrulega flestir komi til með að kunna einhverja íslensku og flestir vilji kannski æfa íslensku, en það skiptir, eins og ég hafði orðað á áðan, það skiptir það ekki höfumáli hvernig tungumálamixið verður. Það skiptir ekki máli hér í mínum huga. Og alveg sama, og svo ákveðum við bara staðnum hvað þeir ætla að tala, er það ekki? Það kemur bara. Nákvæmlega, og hvernig fyrirkomulega ég ætla ekki, við myndum ekkert vasast í því hvað þau ræða eða hvernig þau skipuleggja áframhaldið. Við gætum auðvitað, ég gæti miðlað að minni reynslu sem tungumálakennari og Nadia gæti það alveg örugglega líka, hafi físi fólks og hugur, en annars mun ég ekkert vasast í því. Þetta verður bara, í rauninni er þetta eins konar stefnumóta hittingur þannig að það séð. Þannig að fólk finnur þar hvort það eigi saman. Og þetta er hluti af þínu eiginlega lífsstarfi sem að eða allavega stór hluti af þínu lífsstarfi sem að felst í því að auka tungumálalega fjölbreytni í staðinn fyrir að bara, þessi einsleitni sem að eins og þú útskýrir fyrir okkur að þessi einsleitni eiginlega býr til útilokar svo marga frá tjáningu á einhvern veginn því sem skiptir máli. Þannig að við bara fáum að fylgja spennt með því sem þú finnur upp á í framtíðinni. Alls konar þín aðferðafræði er tekin upp víða land núna, þannig að þetta er eitt af því. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, eiginlega frumkvöðull í íslensku kennslu, má ég segja, og íslensku kennari við Háskóla Íslands, áhugamaður tungumálalega fjölbreytni og framgang íslenskunar og skipuleggjandi þessa viðburðar tungumálaskipti að Tandem Language. Kæra þakki fyrir að Ásamt Nötju, já, og hennar bókasafninu. Já, Róbert, já. Þannig ég segi gangi vel og góða skemmtun, verðum með í huga. Kæra þakkir. Og við fylgjumst með hvort að þið þróið einhvers konar Tinder forrit fyrir þetta og biðum að heilsa á Ísafjörð. Takk fyrir spjallið. Ég kem þeim kveðjum áleiðis og þakka kærlega fyrir að veita þessu eftirtekt. Takk fyrir. Og við höldum áfram að spjalla heiminn og allt saman við rauðaborðið eftir farið ekki langt. Við tökum smá fríminútur. Ég heiti Oddný Eir og bless. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. leigjendasamtökin.is